Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Þær eru komnar til mér hérna 3 og ætla að segja okkur frá The Nordic Swap Day, fataskiptideginum. Velkomnar Helga, Guðrún og Amelía. Takk fyrir. Þið eru að koma frá ungmennahúsinu hérna á Akureyri, ekki satt? Jú, ungmennahúsinu. Og segið mér aðeins frá þessum skiptidegi, fataskiptidegi. Já, þetta er sem sagt The Nordic Swap Day sem er haldinn á öllum Norðurlöndum. Já. Og við ákváðum að taka þátt í ár. Já. Þetta er í annað skipti sem er haldinn hérna á Íslandi. Ok. Og þetta er í samvinnu við Landvernd sem verður 50 ára í ár. Já, og er að fagna afmælinu með alls konar svona viðburðum og tengist greinilega ýmsum félögum þar á meðal ungmennahúsum landsins. Og allt umhverfisvænt. Já. Þannig að nú erum við svolítið að rífa í handbremsuna, það ekki? Við erum búin að vera að horfa á þessa þætti á sjónvarpinu hvað höfum við gert, er það ekki? Hafið þið ekki fylgst með þeim? Jú. Og nú eru bara allir svolítið að reyna að gera eitthvað, er það ekki? Jú. Og verðum við ekki svolítið að gera eitthvað? Vonandi bara. Já. Og segið mér aðeins, hvenær og hvar og hvernig ber maður sig að? Þetta verður haldið í Amtsbókasafninu, en þar var einmitt þarna fundurinn fyrir Sunn. Já, verið að endurvekja náttúruverndarsamtökin. Já. Það var aldrei þrælgóð mæting. Já. Og þið voru þar. Já. Já. Þannig að þetta verður bara beinu framhald af því. Já. Og á Amtsbókasafninu á laugardaginn frá 1 til 4. Núna á laugardaginn. Og mætir maður þá bara með fötin sína? Já, það má skrá sig á netfangi mitt, helgabergat@akureyri.is. En ég hvet fólk líka bara til að mæta klukkan 12 og þá erum við með skiptimiða. Já. Þannig að það verður gjaldmiðlinn. Ef þú kemur með gallabuxur, lætur í söfnunina, eða búkið, þá færð þú skiptimiða. Já. Og getur tekið einhver aðra flík, eða bara buxur kannski. Já. Nei, bara einhver aðra flík, já. Okay. Þú í raun og veru bara verðleggur þína flík. Hvað búist þið við mörgum? Hvað þurfum við að vera með marga svona skiptimiða? Hafið þið einhverja hugmynd? Nei, við hefum ekki hugmynd. Þeir eru að búa það til núna. Já. Endurina. Já. Allt endurinn. Er það að nota gömul umslög eða? Bara alls konar. Guðrún, þú ert í virkinu, eða ekki? Já. Hvað er það að brasa þar? Eru þið að gera alls konar svona skemmtilegt? Já, við erum sem sagt, við hittust reglulega alltaf á þriðjudögum og miðvikudögum og fimmtudögum frá 10 til 1 og síðan stundum sem sagt brjótum við upp dagskrána og erum að gera alls konar hluti í farasöfn eða til dæmis við fórum í jóga í eina viku, mættum þar. Var það ekki gott? Jú, það var alveg geggjað, það var yndisleg kona sem að tók mót okkur. Var það í Ómi eða? Já. Það er nefnilega, við vorum aðeins að tala um streitu, það var fólk frá streituskólanum og þetta er einmitt mjög gott til að svona slaka á og ná að anda. En þú ert í ungmennaráði, ertu nýtekin við þar, eða byrjuð þar? Já, það er mjög stutt síðan, já. Já, og veistu eitthvað hvað þetta ber í skauti sér að vera í ungmennaráði? Ertu búin að kynna þér það? Bara sameina ungmenni, það ekki? Já. Jú. Fulltrúi ungmennahússins hér þá? Já. Já, það má segja það, já. Og þau eru semst að koma að því að hvað á að gera í ungmennahúsinu. Já. Af því við viljum líka fá unga fólki til að ráða því. Fullorðna fólki á ekki að stjórna öllu heldur, það verður að ná svona... Það sem okkur dettur í hug og okkur finnst eitthvað að vera spennandi og skemmtilegt, finnst þeim ekkert skemmtilegt. Nei, ekkert endilega. Þannig að þau eru svolítið að koma saman og ræða hvað á að gerast í ungmennahúsum landsins, sem er óbúslega skemmtilegt. Og það er eitthvað sem þú átt kannski eftir að gera, fara að hitta hinn ungmennaráðin úr hinum ungmennahúsunum og ráðum ykkur þar. Hefur eitthvað svona ákveðna skoðanir af því sem þú viltu breyta einhverju eða ertu ánægð með hlutina eins og þeir eru? Kannski ekki ennþá, en það er kannski að koma. Já, eftir að setja það kannski betur inn í þetta. Já. Spennandi. Svo ertu með poka hérna, ætlar að sýna mér þetta fötin sem þú ætlar að... Já, þetta er bara að brota þig. Mér langaði bara að sýna að þú veist, við kaupum hluti sem að við bara... Þessi eru ónotaðir fyrir ekki þið? Þessi eru ónotaðir. Og þetta keypti ég einhvern tímann í einhverju brjálæði, einhverju neyslu brjálæði og hef aldrei notað á. Passar ekki í þá eða fílar þá ekki? Jú, passi í þá og allt, ég bara hef aldrei notað á. Nei, ok. Þetta sýnir bara hvað við erum stundum miklu eyðslusegir. Við erum örugglega öll á þessum stað, veist. Við höfum öll gert sek þetta. Já. Og ég er semst eitthvað svona með einhverju skósíki, sko. Já. Og svo er ég með bara ýmislegt sem að ég, þú veist, hef aldrei notað. Þetta er nánast bara ónotað flíkur sem þú ert að fara að skipta. Og ég vil bara, og þetta er eitthvað svona sem hangir bara í fataskápnum og safnar bara ryki. Engum til gagns. Engum til gagns. Og mér langar líka að segja þér, bara af því að við erum hérna, að ég ákvað bara vísvitandi að koma í fötum sem ég hef keypt á Rauða krossinum. Já, vel gert.
Þannig Þetta allt þaðan? Ég keypti þessa tösku í Rauða krossinum og ég keypti hana jakka í Rauða krossinum, skyrtu. Það er ekki rest, það er ekkert að koma. En þetta magna því að við erum bæði með Hertex hérna á Akureyri og Rauða krossin. Fjölsmiðjan er nú ekki með föt en margt annars niður notað. Og bara beina fólki í þessar verslanir og draga þar með úr neyslunni. Algjörlega. Eru þið eitthvað farnar að skoða þessar búðir og... Já, sem sagt, kærasti minn, hann vinnur í Fjölsmiðjunni og hann er einmitt mjög duglegur ef okkur vantar eitthvað heima, einhverja víra eða eitthvað þannig, að bara finna á niðri vinnu hjá sér. Og ég er til dæmis mjög mikið byrjað að fara frekar í til dæmis Rauða krossin og Hertex og allt þetta til þess að leita mér að hlutum. Því að hlutir þurfa ekkert að vera nýir til þess að endilega virka. Þeir þurfa þess nefnilega ekki og þeir eru ofta alveg dásamlega fallegir þessi hlutir. Þetta geta verið algjör ónotuð djásnjafnvel því að fólk keypti þetta í einhverju bríðari og notar þetta svo ekki. Einmitt, og ég hef oft fundið flíkur á svona loppumöggum sem eru bara ónotuð. Ég er bara með verðmaður menn það á. Svona svolítið svona eins og ég er að vinna með heima. En þú veist, núna erum við bara að fara Núna þurfum við bara pínulítið að stoppa. Já, og þurfum að draga úr neyslu. Draga úr sér neyslu. Ætli að verða ekki þannig eftir nokkur ár, eða kannski er það með þessi þannig í dag, að það fyrir engin lengur til útlanda í verslunarferðir. Munið þetta var svo algengt. Fólk fór bara endalaust til Boston að versla. Já, með tómatöskur. Við höfum kannski hlægja við þessu í framtíðin. Ég vona það. Ég vona það líka. En þetta er á laugardaginn. Milli 2 og, klukkan hvað var það? Milli 1 og 4. 1 og 4. Þá getur fólk bara komið á Amtsbókasafnið með haug af fötum og fengið. Ætlar þú að fá þér í staðinn eitthvað? Eða má maður... Ég ætla að fá að skipta með það og vonandi finn ég eitthvað sem að... Hvað gerist ef þið sitjið bara allt í einu upp með rosa mikið af fötum og enginn vill kaupa í staðinn? Það er allir farnir að draga úr neyslu. Já. Hvað gerist þá? Við höfum ákveðið að láta það renna til Rauða krossins. Já. Þetta fer í umferð. Já, við völdum okkur bara ákveðin samtöku, hvað má segja. Við völdum bara Rauða krossin til að láta þetta renna til. Þau í virkninu í raun og veru ákveða það. Já, í virkinu. Já, í virkinu. Það var þeirra ákvörðun. Og verðið þið á staðnum þannig? Ætlið þið fara að vinna á þessum fatamarkaði? Já. Þið sjáuð þetta bara? Já, sem sagt við krakkarnir á virkninámskeiðunum, við verðum þannig á staðnum og verðum að hjálpa til og setja upp og... Það er ekki alveg heilmikið að undirbúa þetta eitthvað, einmitt. Prenta miðana, klippa miðana. Já, og síðan setjum við upp skilti og skreytum og bása og þetta verður bara geggjað. Já, þannig að þið verður að undirbúa fram á laugardag, er það ekki? Já. Heyrðu, kærar þakkir fyrir komuna, mér líst fellega vel á þetta. Fataskipti dagur, þetta kannski verður bara árlegur viðburður. Já, vonandi. Og svo finnst mér líka gaman, ef ég má segja, að það er líka ýmislegt að gerast á vegum Landverndar. Að það er til dæmis alþjóðlegi strandhreinsunardagurinn framöndan og eitthvað svona. Þá þurfum allir að fara aðeins niður í fjöru og... Já, og ég hugsa að við tökum bara þátt í öllu þessu. Ungmennahúsið þá? Já, ungmennahúsið, virkið og annað. Og svo langar mér líka bara að segja með ungmennahúsið að við erum með fulla dagskrá. Núna framöndan er Stulli, stuttmyndakeppni. Við erum með hömlulaus listahátíð. Það er ótrúlega margt að gera. Verður farið á sjóinn aftur eins og í fyrra? Já. Það? Já. Það var svo spennandi. Já, og það er verkefni framöndan líka. Ætlið þið að reyna að komast um borð eða? Já, En það er bara að gera... Kynna sér þetta, já. Starfið í ungmennahúsinu. Já, starfseminna þar. Frábært. Það er bara frábært að fá okkur. Gangi ykkur svakalega vel á laugardaginn og vonum að þetta fara allt vel fram. Takk. Takk fyrir að hafa okkur.